Hörru, Gunnlaugur Smárason, velkomin í Simbarspjallið. Já, takk fyrir það. Hörru, við erum náttúrulega stattir hérna bara í bara Hólmunu, Stykkishólmi. Já. Og minna Hólmurinn heillar það ekki? Jú. Það er ykkar slagorð. Já. Ég ákvað fyrst ég átti hérna leið hjá að bara hitta þig. Já. Hörru, segðu mér fyrst aðeins frá þér. Ég hef ekki áður séð í þessari þjálfara flóru, þannig að geðu mér smá svona. Já, ég náttúrulega bara fæddur og uppalinn hérna í Hólminum og alltaf búið hér? Alltaf búið hér, ég fór aðeins í skóla í bænum eins og gengur gerist. Já. Byrjaði að æfa körfubolta hérna 6 ára eins og flestir hólmarar gera. Já. Hún var viðloðin meistaraflokk karla í 19 ár og fengið góðan skóla frá Inga Þór. Og þú spilaði, þú varst Íslandsmeistari 2010 ekki? Jú, var í meistaraliðinu með öllum þessum snillíkum, Magna og Nonna og þessum gaurum. Allir gaurunum. Þannig að... En byrju, þú verður aðeins að hjálpa mig, ég man að þið slóðuð okkur Grindvíking út í 8-lega þá og við meira að segja með heimaleikja réttin. Já, við náttúrulega... 2-0. En varst þú eitthvað að spila? Þú veist, ég bara... Nei, ekki þannig. Einhverjar mínútur hér og þar bara? Já, þetta maður var svona bekkjardýr bara og... Það var góða menn í það líka? Já, það er eiginlega kom hugsun með þessa, ég var semst aðstoðarþjálfari hjá Inga í 7,5 ár held ég. Já. Og hann sá það bara að fyrst hann gæti ekki nota mig inn á vellinu, þá gæti hann nota mig einhvers staðar annars. Ok, þannig að þú varst aðstoðarmaður í honum. Já. Hann fékkst góðan skóla. Já, mjög góðan og hefur náttúrulega, þú veist, byrjaði náttúrulega á Bárði Eyþórs og svo kom hérna Jeff Cotilla. Já. Alveg frábær þjálfari, þannig að maður svona að reyna að sauma saman eitthvað frá þessum gaurum. Já. Og í svona bland við sitt eigið. Þannig að, já, það svona mín körfuboltasaga eiginlega. Veitu, Ingi, hann fór í fyrra það ekki? Það var í fyrsta skipti. Jú, hann tók árið bara í fyrra. Já. Þannig að var ekkert inn í þess myndin þú myndir taka bara strax þá við? Jú, ég með bauðist það sko, en ég semst í bæjarstjórn líka. Þannig að, já, það var fyrsta árið í bæjarstjórnar tímabilinu. Þannig að bara setja orkun í það bara? Já, ég þorði ekki alveg, ég vissi ekki alveg hversu mikið það væri. En núna... Baldur tók eitt sem var búinn að vera aðstoðar hjá Inga? Nei, semst Vladimir Króatinn, hann tekur við kallaliðinu. Já, en semst Baldur tók kvennaliðinu? Já. Þannig, já, mér bauðist kallaliðið. Já, ok, já. En já, ég er bara mjög sáttur að fá að prófa að vera aðalþjálfari og ég hef fengið þessar stelpur, alla hólmara stelpundar, þetta er bara kjarni sem við höfum hérna og ég er mjög ánægður með það. Þannig að þetta verður bara spennandi. En byrju, svona kallalið, ertu með þá líka þá eða? Nei. Er sami þjálfari? Já, Vladimir er með þá, Króatinn hérna. Króatinn, já, ok. Ok, ég ætla samt aðeins að spyrja þig út í kannski það og eftir, en hvernig lítur þetta út hjá þér þá? Systurnar heilar og klárar? Já, Berglind var í aðgerð í júní á öxlinni, hún að vera bara mjög langvarandi axlarmeiðslum, eins bara persóna sem hún er sko, þá maður býst bara við henni hvenær sem er. Já. En læknar segja að hún eigi ekkert að geta hreyft sér neitt fyrir kannski eftir áramót. Eftir áramót, já. En þú átti ekki vona á henni kannski í fyrsta leik? Nei, alls ekki. Þannig að, og við einhvern veginn, við búumst ekkert við henni. Þegar hún kemur þá verður hún bara plús. Já. Þannig að það er bara... Það er væntanlega skarð fyrir skildi það? Já, við leggjum bara upp svona og það er bara þannig. Já. Þannig að við erum með stelpur sem eru að koma upp hérna sem eru bara virkilega sterkar. Svo Anna Sofía, hún á eftir að reynast okkur dýrmætt í vetur, ung stelpa. Þannig að, en svo er, þú veist, Gunnhildur, ég held að hún hafi bara bætt í sumar. Já. Þannig að það er langt síðan... Bætir bara við tönn, eins og maður sagði. Já, það er langt síðan ég hef séð hana í svona góðu formi, sko. Já. Þannig að... Þannig hvað ertu með marga útlendinga? Það er ég með 3 útlendinga. Kani og svo... Já, stelpa Kanin er að koma beint úr háskóla, úr Gonzaga háskólanum. Það er sterkt level eða ekki? Jú, það er eitthvað í kringum 16. best í Bandaríkjunum. En við höfum ágætis reynslu af því, við fengum hérna heitinn Palmer 1 ár. Já. Og hún var alveg frábær, hún kemur úr sama skóla.
Hún mun spila point guard fyrir okkur. Svo erum við með finnska landsliðsstelpu sem heitir Vera Pirtinen og hún bara lofa mjög góð, hörkuskytta og með góð handlega skilning, þannig að hún á bara eftir að vera held ég mjög góð fyrir okkur. Já. Svo erum við með ungverska stelpu, eða svona ungverska slæs serbneska í stuði miðherja og hún er bara svona, já, hún er að koma til hérna hjá okkur og við erum alltaf bara búin að æfa saman í 2 vikur. Já. Þannig að það er bara, já, hún er spennandi líka. Og einhverjir æfingarleikir, búin að spila einhverja? Nei, við settum í æfingamót núna helgina. Semst við erum að fara að spila núna. Núna næstu helgi, já. Semst IR og Haukar að koma. Ok. Og svo erum við með svona kynningaleiki núna á eftir. Ok. Semst karla og kvennaliði að fara að spila, bara svona einbyrðis. Við ætlum að reyna að fá fólk í stúkuna og reyna að mynda smá stemmingu. Er ekki alltaf góð stemning fyrir körfubolta hérna í Hólminum? Jú, eða hefur það dalað? Þetta er alveg upp og niður. Já. Og þetta er náttúrulega helst bara í hendur með árangri. Já, það er oft þannig. En jú, ég held að ég finn allan að fyrir því að það er einhver stemming núna og við verðum eiginlega að reyna að grípa gæsina svolítið og grípa gæsina og dundra ennþá herra. Já. Þannig að ég er að vona að við náðum því. Ok. Þannig að þú ert svo sem eftir að spila æfingaleiki og svoleiðis, en hvar myndir þið meta þið svona? Þorir eitthvað að setja puttan á það? Sko, það eru eins og allir vita og segja að það eru 2 lið þarna sem eru efst. KR og Valur. Já. Eftir það er bara mjög óljóst held ég. Já. Þannig að þú getur alveg séð þú ert bland ykkur baráttu allavega úrslitakeppni. Já, við auðvitað setjum við markmiðið þangað. Já. Alveg ekki spurning. Já. Og af hverju ekki? Þetta er lið sem er búið að vera hérna í úrslitakeppni alveg í mörg ár, reyndar 2 síðustu tímabil ekki náð inn. Nei. En við ætlum að gera allt til þess að komast þar inn. Þú ert náttúrulega komin hérna til þess að ná árangrið, þú ert náttúrulega að sætta við neitt minna. Nei, ekki séns. En þú myndir svona eins og flestir eru svona spáuspilin að það verði Valur og KR sem að svona fyrirfram. Já, og það er líka bara ótrúlega þægilegt að hafa það þannig. Já. Það er bara svoleiðis. Nei, þeim bara taka alla aðdaglinu og það er bara þannig. Hinn bara siglið svona undir raddar kannski. Ég vona bara að vera talað sem mest um þau. Já. Þannig og ert ekki væntanlega, menn þetta er þitt á fyrsta gig sem aðalþjálfari. Já, það er kannski hægt að tala um það, ég var náttúrulega með Mostra í körfunni hérna. Ok. En það er náttúrulega... Það er ekki alveg eins mikil athygli á því eins og alltaf Dominos. Þó svo að það sé stórveldi sko, en það var það ekki. En þannig að þetta er mitt fyrsta gig og bara mjög spennandi. Og ertu ekki spenntur fyrir því? Já, alveg rosalega. Okay. Ótrúlegt hvað er búið að fara mikil vinna núna af stað í kringum þetta bara núna á nokkrum mánuðum. Já. Veist, maður var nú alltaf svona bak við tjöldið með Inga en ég vissi ekki að þetta væri svona svakalegt sko. Nei. Þannig að þetta er bara virkilega skemmtilegt samt sko. En byrju, segðu mér aðeins þetta kallaliði hjá okkur, hvenær fjallaði aftur? Herðu, við fjallum hérna 17 tímabili, nei, já, 16-17. Ég held sér 3. tímabili núna í fyrstdeildinni. Já. Þannig að... Og hvenær áttu von á því að Snæfell kallaliði rísi aftur upp á afturlappirnar? Það eru þarna, núna er kjarninn sem var í fyrra sem átti í miklum erfiðleikum í fyrra í fyrstdeildinni. Núna eru þeir allir orðnir eldri og svona vanir að spila saman. Ég vonast til að þeir ná að halda allavega 1-2 ári viðbót í fyrstu deildinni. Þannig að þeir verði bara tilbúinir þegar þeir komur upp. Og ég heyrði einhvern tímann að þeir ætluðu upp eftir 3 ár. Ok. Og ef það er pælingin þá fyrir þetta að styttast. En sami þjálfur, hvað verða margir útlendingar þeim megin? Það eru 3 útlendingar. Það er 1 Svíi, 2 metra strákur, 1 Serbi, hann verður sem sagt Kana ígildið í raun og veru, ungur strákur fæddur 2000 og svo er 1 ítalskur Kani. Ítalskur Kani? Já, hann er 2 og 13. Ok. Þannig að þeir eru fengu 3 útlendingar sem eru allir yfir 2 metra
og það verður bara spennandi að sjá þá að því að allir heimastrákunir eru bara bakverðir. Eru litlir, þannig að það var að taka stóru. Þannig að það verður bara gaman að fylgjast með því. Já, þú myndir auðvitað fylgjast með því. Já. En ertu ekkert með puttan eitt í því? Það er bara þjálfarinn þar, fullt í fangi bara með hvernig liði bara? Já, mitt allt bara. Ég reyni að halda mér sem mest frá því. Já. Þannig að það er bara allt í góðu. Veitu, svo ég spurði, hvað búa margir hérna í Stígsóni? 1200 manns. 1200 manns, já. Þannig að auðvitað er þá erfitt þannig sé að vera með lið í efstu deild en þið eru þú allavega kvennamenn og voru mjög sterkir lengi kallamenn. Já, og eins og kvennamenn Ingi náttúrulega gerði fáránlega hluti með því að vera með lið hérna og í bænum saman, púslisinni saman. Núna erum við bara í fyrsta skipti held ég í 8 eða 9 ár með æfingahóp hér sem telur 12 manns. Já, það munar mikið við það. Það er bara, ég finna bara strax tempo og bara gleði er alveg miklu meiri heldur en hefur verið. Þannig að við erum með 2 sem æfa í bænum og Berglind er ein af þeim, þannig hún er náttúrulega ekkert byrjuð að æfa. Nei. Og svo er það Rebekka Rán, hún æfir með IR. Já. Þannig að þær eru svona systra félagið okkar núna. Já. Þannig að það bara hefur reynst okkur vel að fá að æfa með öðrum félögum. Já. Það náttúrulega styrkir hópana líka hjá þessum fyrst til þetta félögum. Þannig að það er bara... En svo að því að þessi nýja regla varðandi útlendinga er komin á, hún alltaf nýtist klárlega liðum eins og hún gefur okkur séns. Gefur ykkur séns, já. Það er bara svoleiðis. Þannig að ég veit til dæmis að eins og með Skallagrím, það eru erfiðleikar þar líka að manna. Já. Og það, kemur ekkert óvart ef það eru verið með 4 útlendingar. Þannig að annars þetta er bara, eins og þú veist, þetta er erfitt hérna en við reynum okkar besta. En ef það er ágætis grunnur og svona fyrir og ef það er hægt að styrkja þá með góðum útlendingum þá er aldrei að vita. En unglingastarfi, er ekki unglingastarfi nokkuð sterkt? Það er fínt en því miður þá er þetta aðeins að dala hérna núna við tengjum þetta alltaf við skelina hérna. Við skelina, skelfiskveiðarnar. Já. 2002 þá hrynur hún og þá fækkar í bænum. Já, ok. Árgangar minnkað á þessum árum sem eru að koma upp núna í 8., 9., 10. Já, skilji. Þannig að þetta er svona, við erum að vinna okkur upp núna og ég vona það að það bætist bara alltaf í. En því miður þá erum við með 8., 9. og 10. bekk saman til dæmis núna og alls konar svona. En þetta var til dæmis ekki svona þegar ég var yngri. Það var nóg að... Já, þá vorum við alltaf bara 2 árgangar kannski saman og stundum bara 1 árgangur. En hvað er einhver önnur íþrótt sem er ekki svona körfuboltinn aðal sportið? Jú, í raun og veru. Það er engin handbolti eða neitt svoleiðis? Nei. Það er náttúrulega einhver fótbolti en ekkert af einhverju svakalegu marki. Það eru, ég held að séu 2 flokkar. Já. Bara eldri og yngri flokkar. Svo er eitthvað eftir 5 leika og eitthvað svona. En svona, eiginlega er þetta bara körfubolti. Þannig ef við ekki segja að það sé bara framtíðin er bara björt hérna í Hólmunum? Jú, við eigum hérna einhverja landslýskrakka og vonandi verða þau bara fleiri í framtíðinni. Þannig að þetta er bara áfram Snæfell eða ekki? Það er bara þannig. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir.